þetta eitt vinsælasta lag heims í dag, allavega á Íslandi, Gangnam Style. Reyndar vídeóð við þetta lag alveg stórkostlegt og ég held að krakkinn sem dansar þarna í byrjun á vídeónu sé eitt af skemmtilegasta sem ég séð bara lengi. Ertu búin að sjá þetta vídeó? Ég hef ekki séð það. Ertu ekki búin að sjá vídeó? Nei, ég alltaf flett þau bara núna. Það svona lítill krakkjadans eins og Jackson hann í byrjun og svo hann að gera svona Gangnam Style dansin líka. Hvað Gangnam Style? Eitt af krútlegasta sem ég séð. Þetta stórkostlegt. Fyrir hvað stendur Gangnam? Ég veit það ekki. Þetta einhver dansstíll og eitthvað. Já. Það mikið dansaði í vídeónu. En klukkan orðin 4 á mánudegi, 10. september og Auðun Blöndal og Björn Bragi mættir þetta í stúdíóið. Þetta ekki Auðun lengur? Jú, ég samt svona meira Auðun á mánudögum finnst mér. Já. Þú veist, langar með að þroskast aðeins. Og við og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Við erum með, nettan og þjertan þáttan ykkur í dag, kæru hlustendur. En ég ætla að byrja að spyrja þig, Björn, hvernig var helginni þér? Herðu, hún bara voða ljúf. Já, þú orðin voða ljúfur þessa dagana. Ljúfur og rólegur hérna á FM 957. Já, ég sá það ekki á haustfagnaði. Nei, ég kíkti bara stutt. Já, ok. Já. En þú, sinns var fórst all in, heyrði ég. Nei, ég kom seint reyndar. Ég heyrði að þið drepist þannig. Sveppi vorum að... Það var borði. Skemmta og kom svolítið seint. Lást á hlaðborinu það ekki? Ég hef aldrei dáið á djaminu. Og það er ekki að fara að byrja núna þegar ég er 32 ára. Ég er að djókið þér maður. Já, þetta var samt fínt sko, gaman. Það er gaman að hitta vinnufélaga. Já, algjörlega. Ég fór síðan á landslíkin kvöldið. Já, það er líka einhvað. Langaði þið ekkert að fagna því eitthvað frammettir þarna fyrst inn? Jú, ég fagnaði þess. Já, gerðir eitthvað. Gerði eitthvað smá. Já, þannig svo fyndið, ég ætla ekki að nefna neinu upp, það er mjög fyndið þegar þú ferð á haustfagnað eða svona einhverja hátíðar sem að 365 að halda. Það er alltaf sami mannskapurinn sem að er komin svona, er orðin hressar en aðrið þegar maður mætir, eða þú mætir hann svo seint. Já. Og það breytist ekkert þessa hátíðina. Nei, er þetta ekki þannig á öllum vinnustöðum og bara í öllum svona, þú veist, bekkjum og skólum og hvað sem er það? Já, það er alltaf einhverju sem að þú veist að verður orðin skrautlur eftir. Það verður hress. Já, en ekki það, var engin með leiðindi en eitt þannig. Og var þér engin til skammar en sumir hressar en aðrir, bara eins og gengur að gerist í þessu. Já, þú fórst á leikinn. Já, það var nú ekki leiðilegt. Nei, svo er Ísland Kýpur á morgun. Já. Og við heyrum einmitt í Aroni fyrirliða íslenska landsliðsins hér á eftir. Við ætlum að hringja í hann er úti í Kýpur og ræða eins við hann leikinn á morgun því að sko, jafntefli á morgun verður með þess að bara fín úrslit. Ég verður bara finnum minna leik sko. Já, reynda þegar þú segir að Kýpur þetta eitthvað. Ég ætla líka að segja eitt að því að ég spila fíkil. Ég var að sjá að sko, þú veist, leikurinn þegar menn fóru að geta veðjað á hann á veðbönkum sko, þá var stuðullin á Ísland nokkuð hár, en hann er að hrynja í verði sko, sem þýðir að það er allir að veðja á Ísland. Já, margir að horta á. En getur þú nefnt eitthvað fótboltamann frá Kýpur? Nei, ég get nefnt bara eitt lið þarna, Hapoel Nicosia þarna, sem var í meistaradeildinni fyrra. Já. En fyrir að vera hérna, en reyndar sko, þetta er náttúrulega típist hugafar Íslendinga, við vinnum normenn og það bara, heyrðu, hvað segir við tökum þá við titlinum 2016 eða ekki, þannig í Brasilíu. Þetta er Íslanda HM bara. Já, ætlum við mætum ekki frökkum hann í undanúrslitum á HM, en þú veist, en við skulum, það var líka hvað var ekki einhver Heimir eða einhver aðstofþjálfari sem að sagði við mögum ekki fara í hann Eurovision hugsunar átt. Sem var mjög góð samlíking að mjög mati. Já, þú veist, það kemur einhver könnun eitthvað íslenska laginu spáð 3. sæti og það er bara, hvar er að byggja höllina? Hvenær hefur Ísland ekki verið spáð velgengni í Eurovision? Nákvæmlega. Og hvenær hefur ekki verið stemming í kringum hópin? Já. Þau slá alltaf í gegn á öllum blaðamannafundum og það er alltaf þegar Ísland er í Eurovision, það kemur alltaf svona sem bjartsýni yfir allandi. Já. En svo einhvern veginn, það reyndar ekkert alltaf skitið á okkur. Vá, þetta er svo góð pæling. Skilum síðast. Ég vil sjá svona fréttir, bara lítil stemming í kringum íslenska hópin. Já. Bara íslensku fulltrúarnir vöktu ekki hrifningu viðstaddra. Lítil stemming á blaðamannafundinum og menn eru ekki bjartsýnir og gott gengi á laginu í haustinska. Meðbankar svartsýnir. Íslenski söngvarinn var sér til skammar. En því að sko, ef við náum svo í, hvort sem við náum í stiga ekki, við erum náttúrulega konum með 3 stig, það væri gaman ef við gerum jafntefli á morgun, hvað þá vinna Kýpur. Nú ég er ekkert að detti eitthvað bjartsýniskast. Við erum konum með 6 stig því að næsti leikur er heimaleikur á móti Sviss í október og þeir eru taldir sigurstranglegastir í riðlinum, þannig að það verði stórkostlegt. Já, nákvæmlega. En við munum bræða þá eins og svissneskan ost. Já, reyndar er ríkilega þreytt. Við erum að skjóta því á Aron hérna eftir að þeir geri ekki annað en að setja myndir inn á Twitter og Facebook í þessi landsliðsmenn hvað sé gott veður hjá þeim. Já, ég veit það. En við erum hérna heima í þessu ógeði. Herru það, ég verðist að fara út í nótt
á nærbuxunum mínum, eða nærbuxunum, stöðbuxunum og setja inn, það var alltaf fjúka í garðinum hjá mér. Setja hestana inn. Þú býrð ennþá og Sauðárkróki eða ekki, í Skagafirðinum. Nei, ég ekki djóka, það var alltaf í garðinum hjá mér að fjúka. Setja stólan á borðið sem ég með á pallinum bara inn og... Þurftur að binda Sverrir Bergmann við tré? Hann fluttur, maður. Hann býr hann ennþá í anda? Já, hann ennþá í anda, hann hafði getað hjálpað mér í nótt. En ertu bara einn? Aleinn? Ég alltaf einn. Þetta reyndar, ég ætla að hafa mjög kósí lög í dag. Varstu ekkert einmanna þegar rokið byrjaði? Nei, þá finnst mér stundum svona eins og vindurinn sé að segja mér eitthvað og líður mér eins og sé ekki einn. Þetta Alex Kleef með lagið Too Close. Myndist þetta of nálægtinni til elskana. Eða eitthvað þannig, ég veit ekki hvað er að rugla hérna. Þeir að hlusta á FM 95 Blö á mánudegi og það styttist þegar við heyrum í fyrirlega íslenska landsliðsins sem er Aron Gunnarsson og er staddur út á Kýpur. Við erum líka með netmisnotkuna á sínum stað, Barnalandið, sturlaða staðrindir og já. Við erum með þetta allt. Já, við erum með þettan og skemmtilega mánudags þátt handa ykkur. Ekki skipta stöð í alvöru. Nei, og svo er ég líka búin að hlaða hérna, ég er búin að vera að setja inn nokkur svona góð, kósí lög. Já. Þannig að við verum með virkilega góða tónlist ofan á allt saman. Já, svona rocktónlist. Já, svona skýta viðbjóðs ógeðsviður tónlist á mánudegi. Já, nákvæmlega. Já. En það er komið hins vegar að slúðupakka dagsins hér í FM 95 Blö og já, það er ekki ég sem sé slúðupakkana þessu sinni því að Björn Bragi var búinn að lofa núna í 2 vikur og stóð ekki við það síðast en allra standaði núna, hann er búinn að safna yfir helgina íslensku slúðri. Já. Þannig ég sé ekki slúðri í dag heldur Björn Bragi. Já. Og ertu tilbúin að? Ég er með rándýrt íslenskt slúður handa þér. Ok, og er þetta eitthvað svona, því að nú ertu nú í sambandi við eitthvað svona þekkta Íslendinga. Já. Hringdur og varst að biðja um eitthvað slúður það? Hringdur í þau? Já, ég er svona, þú veist, ég er með líka heimildamenn, svona, þú veist, sem er svona, þú veist, sem eru nánir, skilur einhverju frægu fólki á Íslandi. Já, ég hef ekki þess að ég laka til að heyra slúður. Já, þá byrja ég bara þau. Já. Simmi og Jói, þeir eru hættir að vinna saman og eru ekki vinir lengur. Heimildamaður sem er mjög náinn þeim Simmi og Jóa hann segir að það hafi slest upp á vinskapinn þegar að Simmi sagði að hausinn og Jóa væri svo egg í laginu og Jói er búinn að selja sinn hlut í hamborgarafabrikunni og er líka hættur í útvarpsþættinum hjá Simmi og Jóa. Þetta er nú... Nei. Jú. Þetta er þetta sko. Þú ert með alvöru slúður, eða ekki? Jú, þetta er heimildamaður sem að hérna sem er dópist eða? Nei, hann er náinn Simmi og Jóa. Jæja, ég er ekki alveg að kaupa þetta, en... Jó, þetta er satt sko, og hérna hlutur Jóa í fabrikunni, hann var ekki lengi á sölu, en það var leikarinn Guðjón Davíð Karlsson, betur þetta sem Gói, sem keypti hann, og hann er að fara að vera líka með Simma í útvarpsþættinum. Þannig þetta er orðið Simmi og Gói, eða ekki Simmi og Jói? Já. Já, rándir slúður hér á ferð í FM 95 Blö. Hver er þessi heimildamaðurinn? Ég get ekki gefa hann upp sko, en þetta er náinn vinur þeirra sko, sem vill ekki koma fram undir nafni. Nú, jæja, ok. Þetta er pínu svakar að heyra. Já. Ég þarf samt að heyri í þeim á eftir, ég er ekki alveg að kaupa þetta. Þetta er staðarinn samt. Okay. Herðu, það var mikil sigurgleði eftir landsleikinn á föstudaginn, eins og allir þekkja. Þá sigruðu Íslendingar Norðmenn með 2 mörkum gegn engu. En nú er hins vegar að koma fregnir af því að Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfari, hann er búinn að segja upp og það náttúrulega kemur mikið á óvart. En hann ætlar að einbeita sér að gera tónlist. Hann ætlar að gefa út plötu um jólin og fyrsti singull plötunar er vist á leiðinni hérna inn á FM og það er ábreið af laginu Sexy Back með hérna Justin Timberlake en það hefur fengið nýjan text og heitir núna Lagerbäck. Ok, það segir þetta, ég hef ekki heldur og sagðist alltaf komið í Íslands slúður að þú hefði væri Axel með slúður. Þetta er allt satt sko. Þetta er ekki þegið, hann er með þau búin að Kýpur núna, hann er ekkert búin að segja upp. Það var á myndálminn á Vísi rétt á hann. Nei, þetta er gömul mynd sem er hann á Vísi. En virkilega góð hugmynd hins vegar og þetta er kannski bara eitthvað sem við þyrftum að gera þetta FM 95 Blö að gera I'm bringing Lagerbäck. Yeah. Og spila það fyrir hann. Já, þú verður að drífa það því að hann er að fara að gera þetta. Þetta er allt áreiðanlega fréttir sem ég með. Og hver er heimildamaðurinn hana? Hann er hérna mjög hátt settur á KSI sko. Þessi heimildamaður, ég get samt ekki satt við hver hann er. Ok. Herru, svo er það logum. Já. Útvarpsmaðurinn Rikki G, vinur okkar, hann komst í hann krappan um helgina. Nó. Rikki var að skemmta sér á gullöldinni í Grafarvogi þegar að ónefndur bargestur kom upp á honum og spurði þú ekki hann á útvarpsmaðurinn FM, hann að Pétur Valmundar? Og það sögn viðstaddra brjálaðist Rikki og sakaði bargestinum að vera að gera grína sér, hellti yfir hann drykk og reyndi að slá til hans. Nei, maður. Jú,
og Rikki var handtekinn í kjölfarið en látin laus gegn tryggingu morgunin eftir. Það sögn góðvinna Rikka, sem heimildamaður minn í þessari frétt, þá hefur hann átt erfitt uppdráttar síðan hann var kjörinn verst klæddi Íslendingurinn hérna í útvarpsþættinum F9 blöð. Já, búinn að vera svolítið tæpur í skapinu síðan. Já, og réðst þarna á mann og bara í grái. Já, ég reyndar, hann var í drulluflottum ból síðast ég sá hann Rikka, þannig að það er nú eitthvað að skána hann. Já. Það er ekki drulluflottum ból, bara venjulegum ból, það var ekki eitthvað svona sponserað. Stóð ekki sporthúsið á honum eða landsbankahlaupið eða eitthvað. Stóð ekki Ísunnaka mótið 97. Nei, bara lausið það. Þannig já, vesen á Rikka, Sim og Jói hættir að vinna saman og Lars Lagerbakka að fara í tónlist. Já. Já, þvílíkur slúðupakki hér í FM 95 blöð. Veit nú reyndar ekki hvað að kaupa mikið af þessu. Þetta allt, ég get alveg staðfest að þetta allt rétt. Ég held að þú myndir koma eitthvað inn á slúðri hérna með að því að nú það bæði séð og heyrt og DFF og eitthvað með að Anna-Lilja Jóhansen og Manuel Ósk fara hvor sína leið. Men það er ekki rétt. Þetta er ekki réttar fréttir, sko. Það er lygi? Já. Það sem satt lygi. Þetta var ágætis pakki hér. Það var svona, þetta var öðruvísi. Við samt ekki að kaupa neitt að þessu. En við skulum fá svona lag sem að held ég allir séu til að hlusta á. Þetta er allt satt. Þetta er allt satt. Þetta er Outlandis, Warrior. Hér á ferð Outlandis með Warrior. Þetta er svona ekta að mánudags lag einhvern veginn, cozy og þægilegt. Ég er allavega ekki enn komið leið á þeim. Ertu ekki að fíla þetta, Bjössi? Jú, þetta er voða hugljúft. Já, en við ræddum það áðan að við ætlum að heyra í fyrirliða íslenska landsliðsins í fótbolta og sveimi það og þá held ég að hann sé komin hérna á línuna. Ertu þarna, Aron? Já, ég er mættur. Þarna ertu mættur. Beint frá Kýpur. Sæl. Já, beint frá sólinni, eins og maður segir. Já, þeir eru búin að segja, eða láta fólk vita því á Twitter og Facebook að það sé glampandi sól hjá okkur. Það er bara því að fólk heima var að posta myndum af einhverju snittu og einhverju veit hérna fyrir norðan. Já, það er viðbjóður hérna heima núna. Hvast og þryggjast að hitti. Já, þetta er bara ógeðslegt. Já, það er ég heyrði eitthvað frétt bara að það aldrei verið svona vont veður á þessum ástíma áður, sko. Nei, svona snemma. Eitthvað metviðbjóður, sko. Já, það er ekki gott, en það er samt allavega ekstra gott fyrir okkur að vita því að þið séu heima í kulda og við erum í rugleita heima. Já, það er einhvern veginn þannig, þegar maður fer ellendist, þá vill maður að sé bara skýta við heima. Það sé nú ekkert eitthvað frábært fyrir mig, en það með, skinn fyrir rauðart fólk og þannig að ég er ekkert að... Já, þú brennur svolítið auðvitað, ekki? Ég fæ blöðrur og þannig, þannig að það er ekkert frábært fyrir mig að sitja í sólinni. Nei, ég hef heyrt að sé hættulegt fyrir að opna ískap og þá sé þetta bara tæpur. Það brennur að brenna. En hvernig dagur er búin að vera? Er þið búin að æfa úti? Já, við æfum í morgun. Það var bara rólegt fyrir menn að ná leiknum úr okkur og löpunum og náttúrulega ferðalæni. Þetta var svolítið erfitt ferðalag fyrir okkur. Hvað er maður lengi að komast þetta Kýpur? Við höfum að ferðast í held ég einhverja 12 tíma. Við lögum að staða heimanum 5:40 frá Hilton og vorum mættir eitthvað manna ekki, þetta ekki verið eitthvað 10:30 og Kýpur tíma, en það eru 3 tímar undan þannig að þetta var strendi ferðalag, þannig að við erum svona aðeins að jafna okkur núna. Þannig að við erum allavega í fínu standi núna og klárir í leikinu á morgun. Til hamingju með stórkostlegan sigur á Norðmönnum. Já, takk fyrir það. Það er ekki stemming í liðinu eftir svona byrjun? Jú, það er náttúrulega frábært að byrja svona eins og þessi keppni og náttúrulega hefur ekkert verið frábært að vera í landsliðinu fótbolta þegar það hefur ekkert í rauninni gengið upp og svo allt í henni kemur svona leikur og svona pepp upp þá náttúrulega líður manni strax betur og elskar vinnunum sín allt í henni og þannig að þetta er svona ákveðið pepp fyrir okkur að byrja vel og sérstaklega líka móti Norsurum og við ekkert verið eitthvað frábæra móti þeim síðustu leikjum þannig að það er ekstra gott að taka Norsurum aðeins í einniði. Ógeðsleg þjóðleikur. Já, nákvæmlega gott að slökka þessi rokanum aðeins, sko. Já, það er virkilega sætt og nei, við erum bara ánægðir með hvernig við byrjum mótið og fá náttúrulega bara íslensku þjóðina með okkur í þetta, það er bara frábært, sko. En þetta daginn fyrir Norsarleikin, þá varstu hjá mér í týndikynnslóðin að kasta stól og tölvuskjá. Viltu meina að það sé ástæðan fyrir að fyrra markið kom upp úr innkasti? Menn er að tala það er verið að kveikta í vöðunum á mér og nefndi honum bara inn í deg. Nei,
það var gaman að þessu í Tindikíslanu. Ég var einmitt þetta að hugsa þetta. Náða loksins, hvað er þið? Þeir voru kaldir samt, þegar ég var að horfa á það. Kaldir að gera, varstu ekki ræddur að meiða hann þegar hann að henda stólum og... Nei, hann var náttúrulega búinn að hitta þessu upp. Okay. Það liðkaði sem með melónu og einhver svo leiðis. En ertu búinn að redda tölvuskjá til að kasta hann út á hótelinu? Nei, ég verði einhvern veginn að hitta mig upp öðru. Það er reyndar ekkert eitthvað massíft rönn fyrir mig að taka yngast í á þessum velli. Við fórum á vellinu í gær. Það er ekkert eitthvað massíft, þannig ég næði jafnvel ekkert að kasta honum eitthvað inn í teig, sko. Ert þú eini maðurinn sem ert ánæður með að hafa hlaupabraut og Laugardalsvelli? Það ekki. Það er ekki áhörður. En hvernig er kýpur? Er þetta eitthvað liðið það? Þekkir eitthvað til þeirra? Nei, ég þekki náttúrulega lítið þegar. Við fórum aðeins gegnum í gæra. Þetta er 9 eða 10 leikmenn í byrjuninu sem er að spila bara inn í kýpur, sko. Þannig að við vitum og lítið og nema það náttúrulega við hefum spilað við áður og eru svona teknískir og hat ekkert að fara í jörðina og grenja, sko. Ok, þetta er svona þannig lið. Það er svona Suður-Evrópu þjóðarnir, er alltaf þannig. Já, þannig að ég er líka á gulu spjaldi, þannig að það er í veginn fyrir mig Þú vilt ekki missa Sviss heima, maður? Nei, það er reyndar Albanía fyrst úti, þannig að... Nú, ok. Kannski maður nælir sig í gullspjald og sleppið að fara í Albaníu. Það er bara vel gert hjá mér, Hvað, þannig að það er Albanía, hvað, er það í október líka, eða? Albanía og Sviss, eða ekki? Já, það er Albanía fyrst úti og svo Sviss held ég heima. Ég er ekki alveg 100% Ok. Svo kallar maður sér fyrirlega og veit ekki hvað er að frétta. Já, ég meina það. En þú segir bara, ég hugsa bara eitt leik í einu. Ég horfi bara á kýpurleikin. Já, akkurat. Það er mjög gott svar. Og það er leikurinn á morgun klukkan 5 á íslenskum tíma. Hvetjum alla til að, er þetta ekki örugglega í beinni? Jú, það lítur að vera. En er ekki alveg geggjuð stemming í hópnum að núti? Er þetta ekki betra en oft áður? Jú, það er náttúrulega gaman að, eins og ég sagði á hana, gaman að byrja að vinna leik og náttúrulega stemmarinn í hópnum, náttúrulega menn, tjúnast alveg upp en við talað það náttúrulega milli okkar sjálfur að halda okkur í jörðinni og við munnið hennar leika mútið norsum, þá er þetta ekkert eitthvað, það er ekkert farin að pakka fyrir Brasilíu, sko. Nei. Þannig að við erum bara að taka þetta og Mér finnst það samt stundum vanta. Mér finnst það vanta stundum hjá mönnum, eins og það eru margir sem segja þetta til mig, þó að munni Noreg, þá eru ekkert annir að pakka fyrir Brasilíu. En að fá breytt fyrirlegan sem segir bara, við unnu Norðmenn, ég er nú bara að byrja að pakka, þetta verður stórkostlegt, ég hef aldrei komið þangað Já, það er þetta rétt. Við erum náttúrulega ógeðslegir fyrir ekki að hafa sagt í útastmenn. Við erum náttúrulega þvílíkir egoistar þessi strákar og við segjum alveg eitthvað svona mitt okkur annars en við erum að halda okkur í jörðinni í fjölmunum. Það er kannski ekki alveg gott að fá þetta í baki og dröfla svo á sig, sko. Nei, það er ekki gaman að fá sent kommenti djúðlaka til að fara til Brasilíu þegar riðillinn er búinn og þetta er 1-3 stigin okkar. Það var ekki kósi. En hvernig er svo tímabilið á þér? Þú ferð beint til, skal ég segja, Wales eða ekki? Hvernig ertu búinn að byrja þar? Bara fínt. Við fengum marga leikmenn til okkar og hópurinn er mjög sterkur núna með að það var í fyrra. Það er ekki samkeppni í liðinu en bara búinn að byrja fínt. Ég sé eins og að fara upp í deildina bestu eða? Já. Ok. Ég myndi segja það. Við erum alltaf með leikmannahóp fyrir það en maður veit aldrei í þessu deild. Þetta er alltaf deild sem að spila lögða þriðut og það er náttúrulega mikið meðsli Já, mikið leikjum þannig að maður veit aldrei hvað gerist í þetta deild. Maður kynst í áður. En ert þú ekki aðal maðurinn að það er ekki einhver risa myndaðir utan á leikvanginum og eitthvað vesen? Það er ekki Craig Bellamy og íþróttamaður ársins á Íslandi, Heiðar Helguson. Já, þú ert þetta rándið til. Ég sá einhverja mynd á netinu sem einhverja hefði tekið mynd það sem kannski var þetta ekki utan á leikvanginum. Nei, var þetta ekki bara Coca-Cola skilt á hann Akureyri? Nei, ég var ekki það. Ég teppaði líka svolítið sjálfur. Ég var að negla mig til Íslands og nefndi þessa mynd í gang. Ég er svona svolítið like-hunter, sko. Þannig að menn nefndi því áður að koma til Íslands. Þú ert svolítið eins og Óli Geir, þú hatar ekki gott like. Ef ég komið fram í hvað segir maður? Misnotkunin? Nei, við getum þetta að taka því í gegn á eftir. Við förum í hann eftir. Tökum Aron með og Aron og Óla á eftir. Við ætlum að fara að skoða lækinn. Þannig skilaðu kveðið til strákana og bara gangi ykkur sem allra besta morgun, maður. Takk fyrir það. Takk ég þess að kippumenn og gerði það á. Áfram Ísland. Við gerum það. Tekka það, vinnur.
Ok, bye. Þetta var fyrirlið íslenska landsliðsins í fótbolta, Aron Gunnarsson og þeir eru bara brattir hérna út á Kýpur, heyrist mér. Ætlum við líka að heyra fyrirliða kýpurska landsliðsins? Já, hann frábær strákur, heiti Konching Nyanlanka. Nei, áhugi 0. Talandi áhuga, þetta gott lag. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bráðlaukana á Krúatæ? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúatæ. Það opið allan sólarhringinn hjá Dominos í Skeifunni. 24 klukkustundir, 1440 mínútur eða 86.400 sekúndur. Dominos. Það eru allir velkomnir í stuðið hjá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. FM 95. Þegar ég sá að Egill Einarsson, vinur minn, oft kallaður Gils, hann búinn að stúdera dansinn sem í þessu vídeói og það eitthvað virkilega óþægilegt að horfa á kallmann dansa þennan dans. En á hann gallan? Nei, ég held að hann kæmi nú ekki þessu risa raskat á sér í þennan hvíta galla, sem betur fer. Því að þá yrði mér ekki bara flökur, það held ég myndi æla. Já. En Þórunn Antonía með Too Late, flott lag og hressandi dans og vídeo. Við ferðum þarna. En það styttist hér í netmisnótkunna og barnalandið eða Land of the Children. Já. En það hins vegar komið að sturluðum staðrindum. Yes. Þetta var bara frá hjartanu, yes. Já. Fíla. Ég með ágæti staðrindir í dag og við byrjum hér á fyrstu. Það erfiðar að hætta á Facebook en að hætta að reykja og drekka. Þetta er ekki staðreind. Jú. Nei. Sturluð staðreind. Þetta er ekki hægt að sanna þetta. Jú. Það er bara, þú veist, það er búið að gera rannsókn. Þannig verða staðreindi til. Þetta er rannsaka. Ok. Já, einhverju háskóla. Heldur að þú ætti mjög erfitt með að hætta á Facebook? Sko. Nei, þú svaraði bara hreinskilnislega. Nei, ég ætti ekkert erfitt með það. Mér finnst það, mér langar ekkert að hætta á Facebook. Nei. En væri ekkert mál fyrir það bara að kötta út? Þú veist, ég myndi örugglega vera mjög svona, mér þætti mjög freistandi að kíkja öðru hverju svona félag mínu er á Facebook, ég var eitthvað, má ég að setja að teka? Svona eins og laumast inn að rettuður út að fá þig bjóra eða eitthvað? Æ, ég sé bara ekki af hverju þetta á Facebook. Nei, ég var bara að spyrja hvort þú gæti það, Bjössi. Þetta er að biðja mig að hætta á Facebook. Hættu. Svo er það næsta. Meðalmanneskja horfir á síma sinn 150 sinnum á dag. Sturlu staðrind. Þetta fannst mér svolítið há tala. En samt þegar ég fór að hugsa út í það, hvað kíkir maður oft, þú veist, eins og náttúrulega, nú ertu með netið og allt í símanum. Þannig að ég held að svona eftir að netið dattinn, þá held ég að sé svolítið til í þessari tölu. Internetið mennur þau? Já, internetið. Sem að reyndar, ég held að það væri nú bara eitthvað bóla sem myndi springa, en það verðist alltaf vera internetið. Ég held að það sé rétt. 150 sinnum, já. Svona, næsta, fólk sem að reykir ekki, né drekkur alkohól eru aumingjar. Er sexunum líklega til að vera hamingjusamara en annað fólk. Já. 6 sinnum líklega. Þetta er svo fáránlega tölur. Hættu þessu. Hvað færðu þetta? Ég fæ þetta á fullt af síðum. Já, bara á internetinu. And the internet never lies. Þetta heitir Insane Facts. Já, ok, þá Facts, og það er staðrind. Það er sko það eru meiri staðrindir í íslenska slúrinu mínu áðan. Nei. Núna er ekki tjóka, þetta er satt sko. En ok, tökum sem dæmi, menn sem að reykja ekki og drekka ekki. Ég þekki nú ekki marga, en til dæmis Jón Jónsson. Sá er hamingjusamur. High on life. Já. Og ég er ekkert frá því að hann sé 6 sinnum hamingjusamur en ég. En þú reykir ekki? Nei, og drekki ekki. Jó, og drekk nú. Já. Nei, ég reyki, aldrei reykt. Já, ég er að segja að þú reykir ekki, en þú drekkur. Þannig að hann er örugglega svona 3 sinnum hamingjusamur en þú. Já, en það er bara að vera að tala annað kort sko. Það er ekki verið að tala Já, reykir eða drekkur? Já. Ó, ok. Það er málið sko. Já, það er ekki nóg gott. Hann er voða happy.
Þú reykir ekki, það? Nei. En drekkur svolítið? Já, svona, ég hófi bara. Já, svolítið. En ég fyrirlít reykingar. Mér finnst það glata að reykja. Ég veit, ég er búinn að rífa samfleytt við móður mín í 30 árum, þetta, sko. Já. Hún reykir. Já. Ég er alltaf að reyna að fá hún til að hætta, sko. Já. En herru, þá er næsta. Þú ert að labba samfleytt í 2 tíma til að brenna einni súpudós af kók. Svolítið mikið labb fyrir eina súpudós. Já, það er nú ekki ef þú skokkar, þá ertu nú fljótur að þessu. Já, röglega klukkutími eða eitthvað. Já. Samt að skokki klukkutíma fyrir eina súpudós. Svolítið mikið. Nei, klukkutíma, vá, nei, þú veist hvað er svona 200 kalórir í einni súpudós? Nei, þetta er 330. Er það? Já. Ok, ég meina, þú tekur svona 800 kalórir á 10 km hlaupi. Þetta eru svona 25 mínútur á hlaupi. Þetta er klukkutími. Þetta er 25 mínútur. Svo er það næsta, neikvæðni er smitandi. I should know, ég er búinn að vera með þig hérna á alla mánudag. Þú ert mjög neikvæðin. Nei, þú ert neikvæður, þessin er ég án neikvæður. Svo er það Harry og William. Þekkir þú þá? Hörður og Vilhjálmur, Bretaprinsar. Já, þeir fara aldrei saman í flugvél. Sturlu staðreynd. Og þetta fannst mér svolítið áhugaverð staðreynd. Þetta er besta staðreynd dagsins. Já, og af hverju heldur að þeir fara ekki saman í flugvél? Að því að ef flugvélin verst, þá er enginn til að taka við. Það er rétt í aðeins. Svo er það næsta, bein eru 5 sinnum sterkar en stál sem miða við þyngd. Þetta varst mér líka skemmtilega. Athyglisvert. Þetta eru sko staðreyndir. Þetta er allt staðreindir. Hitt er eitthvað að þú veist, Facebook er 6 sinnum frábærara heldur en Twitter. Nei, ég sagði bara að vera erfiðar að hætta á Facebook en að hætta að reykja og drekka. Ok. Herru, svo er það næsta. Líkaminn notar 200 vöðva í 1 skref. Sturlu staðreind. Svolítið mikið. Já, nokkuð mikið. Það er mér. Svo er það næsta. Þetta hérna er þetta mín upp á staðreind og þetta er í fyrsta sinn sem ég þarf að lesa þetta bara á ensku. Ok. Að þetta er ekkert jafn svaltið að lesa þetta á íslensku. Ok. Ég lesa þetta. Það er hérna. The liger is a cross between a female tiger and a male lion. Spáði því. Já. Kvenkins tígristýr og karlkins ljón eignast afkvæmi, þá heitir það a liger. A ljón og tiger. Er þetta rétt? Já, svo kemur hérna. Male tigers and female lions produce tigons. Þetta er svo grjótur nöfn. Þetta er sko eitthvað það geðveikast sem ég heirt. Bara... Hversu gaman væri að eiga eitt liger? Liger. Hvað myndi hann heita á íslensku? Ligari. The liger. Heyrðu, við vorum bara að fá okkur ligar á heimili. Ligari, hvað er það? Jú, það er þegar kvenkins tígristýr eignast afkvæmi með karlkins ljóni. Ok. Svo er það síðasta og þetta er líka staðreind sem ég veit að þú ert eftir að fíla af því að þetta er staðreind. Lottósamband Bandaríkjanna þénar $70 milljarða á ári meira en kvikmyndar, tónlistar og klámiðnaðurinn til samans. Jesús. Sturlu staðreind. Má maður byrja með lottó bara á Íslandi? Nei, pottið ekki, því að þetta er bara, þú getur ekki tapað því. Við Íslendingar eru spilafíklar, sko. Og hvað það er Bandaríkjum? Ég væri til að vera með svona lottó. Já, það væri fínt. Heyrðu, ég væri til að vera með bingo, þá væri ég bingobjössi. Reyndar, það er með þess að sko bingo í Vinabæ er mun vinsællega þú heldur. Ég farið í bingo í Vinabæ. Það er bara eins og að fara bara á landsleik, bara í Löðsvelli, það er svo margir þar. Já, það er alltaf stappaðar og þetta lið sem er að spila bingo í Vinabæ, they take their shit seriously. Já, þau eru með 10 spjöld og bara þau eru með penna sem er ekki penni, heldur stimpill svo þau getur svona lamið og þurfi ekki að draga hringa því að það tekur langa tíma. Við ætlum að gera tröflun einu svona, ég, Svepp og Pétur, svona einhvern fíblaskapur fyrir strákana. Já. Það var ekki mikill húmor fyrir því þarna í Vinabæ. En fóruð þið þannig inn? Já. Já, og tröfluðuð? Já, og rosalega þrúandi andrúmsloft. Og kannski einhver einn svona eldri kona sem brosti, annars var þetta bara fólk að pirra að skildi tefja sjálf bingoið. Kannski einhver sem átti eina tölu eftir og eitthvað, við vorum að tefja þarna fyrir honum. Þannig að þá sá ég það, þeir taka þessu alvarlega þarna í bingoinu. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Við ætlum að fá núna lag með sönguna sem heitir Emily Sande. Ætlum að fá sturlað lag? Sturlað, þetta er mér finnst þetta flott lag og þetta er svona cozy mánudagslag. Emily Sande með My Kind of Love hér í FM 95 Blö á mánudegi og þetta bjöðsum með ykkur til 6 í dag og já, það styttist hér í netmyndnotkuna, hún er hérna rétt handa við hodni en áður við förum í hana þá ætla ég að spyrja þig, Bjössi. Ég var líka að spá í einu með netmyndnotkun, við ætlum að fara að taka Instagram myndnotkun. Já, er fólk að skýta á sig þar? Ég er náttúrulega ekki á Instagram, sko. Nei, þú þarft að fara að ríða í gang. Já, við erum að fara að fá með nýjan síma. Já, iPhone. Ert að byrja að hneiðast yfir í iPhone-in? Já, mér sýnist ég vera á leiðinni to the dark side. Yes! Það eru, allir í kringum er búin að beila á mig með Blackberry-in. Ég veit það, ég vissi þetta var töpu bara til það frá byrjun. Koti iPhone-i. Mér finnst bara svo leiðilegt þegar þú ert að þrjóskast við eitthvað og þú veist þú ert að tapa.
það, veist, það mjög erfitt. Rifrildin, ég þykist ennþá styðja mitt, sko. Já, það svolítið erfitt að gefast upp. Já. Þegar maður tapsár. Ég hata það. En svo færðu þennan fallega iPhone og færðu á Instagram og... Ertu á einhverjum iPhone-samling hérna? Epli.is Já, ég ætla að tjekka á þessu. En ég var að lesa hérna inn á pressunni, þá var að fara yfir könnun sem að afþreyingafyrirtæki Lovefilm stóð nýlega fyrir. Og það var Lovefilm. Það er klámyndafyrirtæki? Nei, það var verið að spyrja hvað var besta grínmynd allra tíma. Já. Og áskrifendur Lovefilm sem voru fengnir til að taka þátt í rannsókninni og það var yfir meir en 2 milljónir mann sem að tóku þátt. Og var eitthvað niðurstaða, ekki segja mér hana? Já, ok. Er eitthvað ein mynd sem besta grínmynd allra tíma? Ég er með, það er top 10 listi hérna. Ok, Dumb and Dumber? Nei, þarna er ég mitt sammálaður. Dumb and Dumber kemst ekki inn á top 10 sem er mjög ótrúlegt því að það er sennilega mín uppáhaldsgrínmynd allra tíma. Dumb and Dumber og Cable Guy. Já. Mér finnst Cable Guy stórkostlega. En er þetta bara eitthvað gamla myndir eða? Nei, í fyrsta sæti er Airplane. Airplane, hún er reyndar ógeðslega skemmtileg. Já, hún er mjög fyndin. Og þar stendur, það eru 3 hlátrar á mínútu á meðaltali henni. Svo í öðru sæti, Top Secret. Það er nú nýleg mynd, nei, það er Hangover 1. Sem er enda, mér fannst hún ógeðslega góð, horfði á hann daginn. Já, mér finnst hún samt ekki eitthvað sko besta grínmynd allra tíma. Mér finnst hún ekki næst besta grínmynd allra tíma. Nei, þú veist, mér finnst hún bara skemmtileg. Ég myndi alltaf setja Dumb and Dumber í fyrsta sæti og Planes, Trains and Automobiles í annað sæti sennilega. Já. Í mínum lista. Í þriðja sæti var The Naked Gun. Já. Fjórða sæti Superbad, sem að meðan strendar hrikalega góð. Já. Fimmta sæti Borat. Já. Sjötta sæti Anchorman, sem á að vera ofar að mínum að þið. Já. Mér finnst hún geggi. Mér finnst til dæmis Anchorman skemmtilegur en Hangover. Já, sammála. Alla daga. American Pie, 1 í 7. sæti. Maður má ekki gleyma því, það er náttúrulega búið að eyðileggja þetta vörumerki. En fyrsta myndin á American Pie þótti mér mjög fyndin, sko. Já, en mér finnst samt eins og American Pie, þú veist, ég er ekkert eitthvað hlæjandi allan tíman, skilur, þó hann hafi verið mjög skemmtileg. Já. Fattarðu? Skilji. 8. sæti Bridesmaids, sem að mér fannst þetta virkilega góð og skemmtileg. Svo kemur í 9. Shaun of the Dead og 10. sæti Life of Brian. Já. En, hvað, þannig að uppáhaldsgrímyndið þín, erum við að tala Dumb and Dumber þar, eða? Nei, sko, ég var eiginlega bara að giska á Dumb and Dumber væri, sko. En hérna, ég myndi segja, þú veist, svona mynd sem ég nenni að horfa á aftur og aftur er Office Space. Myndur þú setja hana sem bestu grínmynd allra tíma? Nei, ég er að segja bara mín, skilur þú veist, mér finnst hún skemmtileg, þú veist, en ég átta mig á því að það er til betri grínmyndir, en mér finnst hún bara svo skemmtilega vangjöfun, sko. Hún er góð, sko, en það kemur... Og Wayne's World líka. Já, Wayne's World 1 á sín tíma. Elska Wayne's World báðarmyndar, sko, 1 og 2. Já, this coke's gone bad, það sem ég hlóa því. En, Dumb and Dumber komst ekki á top 10 sem að mér spinnir steikt, en ef við förum yfir íslenska myndir, hver er svona besta íslenska grínmynd allra tíma þínum að þið? Komur nú ekki marga til greina samt? Nei, er ekki Sódóma Reykjavík? Já, eða Nýtt líf. Já. Það ekki. Og náttúrulega svo með allt á hreinu, sko. Já, allt á hreinu reyndar. Mér er samt Sódóma, en hún ákast ekki endilega verið eitthvað mikil grínmynd endilega. Nei, mér finnst þetta íslenski draumur líka stórkast þessu sinni tíma. Já, en hver er þín er það Dumb and Dumber og Cable Guy? Uppáhaldsgrínmynda mínar? Já. Báðar með Jim Carrey. Jim Carrey fan. Já, ég er enda rosalega Will Ferrell maður og það kom mér óvart að Old School er ekki að það, því Old School færi mjög ofalega hjá mér sem besta grínmynd alltaf. Heyrðu, ég er enda elska Old School. Ég myndi segja að hún væri bara top 3 hjá mér. Frank the Tank er einhver besti karakter sem ég séð í bíómynd. Já. Hvað þá, grínmynd? Já. En, ég veit ekki, með ykkur hlustendur góðir. Mína 3 Office Space, Wayne's World, Old School. Já, mína 3 Cable Guy, Dumb and Dumber og Old School. Fáum, geggjalag. Þetta eru strákandir í Snow Patrol með Run. Hækkiði nú vel og grátiði svolítið. Já, þetta er svona mánudagslag, við erum í svona nettu mánudagsþunglindi. Lag til að gráta við. Hel feskir en það er bara ógeðslegt viður. Strákandir í Snow Patrol hér með Run. Við erum að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að netmisnotkunni. Ekki rétt? Jú, það er rétt, Auðun. Og við sögðum nú við vorum að tala þetta við fyrirlega íslenska landsliðsins Aron Gunnarsson og við sögðum nú við hann að við ætlum að tjekka eins á honum. Já. En við ætlum samt að byrja á fórnarlambi dagsins sem hefur fengið frið frá okkur núna í góðan tíma. Og hann er greinlega búinn að fá frið of lengi. Já, því að... Hann er hættur að passa sig. Já, hann er hættur að passa sig og ég hef bara pínu áhyggjur á hann líka. Ég líka. Því að, Óli Geir, sem hefur nú oftar en ekki lent hérna í netmisnotkun hjá okkur, hann er ekki að fá lækin sem hann var að fá í gamla dag. Nei, þetta er ekki gott, sko. Það er búið að minnka rosalega. Já. En við byrja hérna, förum við aðeins yfir síðuna, ég er inn á Facebookina svona. Já. Það er enda nóg að gera hjá stráknum. Það má eiga það. Já. Það er allt á milljón. Það er bara,
svona á litlum stað, bara með rétt skoða síðan ég búin að sjá 20 partí auglýst held ég. Já. Það er alltaf að gerast hjá honum, sko. Lífið hans eitt stórt partí. Já, við öfundum hann að því. Og 4. september skrifar hann, ég var að panta hoppukastala fyrir Project X partíið sem á Þýska á laugardaginn, bannaði fyrir skónum minni í honum, en þú mátt vera blind fullur samt, kapís, fucking hoppukastali. Og þetta reyndar gott, góður status, enda fær hann alveg 27 likes á það. Já, þetta mjög góður status. Endar statusin vel, fucking hoppukastali. Já, kapís líka, og fucking hoppukastali. Akkurat. Þetta er reyndar, ok, ætlaði þú að fara í... Ég ætla að taka þetta vinstra meginn, sko. Það er hann að 4. september sama dag. Já. Þú vil hata í orðið, kannski. Já. Þarna er hann að samt að hitta vel á hjá fólki því að þetta fær 56 likes. Já, það eru 56 sem eru samanlega í. Þeir þola ekki orðið kannski. Djöfull hata ég orðið kannski. Já. En veistu hvað er samt verst? Ég hef ekkert á móti kannski, en ég þoli ekki þegar fólk segir kannski og kannski ekki. Af því að kannski þýðir, fattaru? Já. Það er mjög heimst að segja kannski ekki. Já. Þegar kannski er ekki, þá er það ekki búin að játa. Já. En áfram með þetta. Herru, svo við erum ennþá hérna hjá Óla Geir og hann fær hérna fataherbygginn in the making í nýja húsinu hans. Já, herru, hann að gera eitthvað, byrju, hvað er þetta, bleikt eða? Já, hann með bleikt fataherbyggi og hann heldur þarna á sög og það er mikil stemming. Já, kærastan hans heldur líka á sög. Já, nei, þetta er ekki sama sögin, með Sigurða. Nei, hún með leikfangasög. Já, svo kemur hérna status, nei ekki status, hérna kemur hún Ásdís Lísa, kærastan hans, 5. september, nennur að hætta að syngja með hann út í baði, ... Já. Og það reynda dett ekki inn nema 7 likes þarna. Já. En Óli Geir svarar henni strax með negative og fær 9 likes á það komment. Já. Og þá skrifar Ásdís Lísa, ok, haltu áfram, ... Theodor Páll dettur inn í samræðina, taktu það bara upp. Hann fær 2 like á það, Ásdís Lísa, hehehehe, vídeónu með 2 þá. Ok, með Theodor Páll, setja það svo á YouTube, þannig að það er stemming að það. Já, það er stemming að það, það er rétt. Alltaf gerast. Herru, svo 7. september, djöðli mikið á döfinni, fíla það. Já, og þarna fær hann bara 5 likes. Já, nefnir bara 4. Það eru 4 likes. Já, þetta eru bara 4 likes. Þetta er ákveðið sjokk, sko. Það telst rosalega lélegt fyrir hann. En svo kemur hann hérna með, eru allir á busaballi nema ég, fílukall. Já. Þar fær hann 25 likes. Já, þetta er nú ekki alveg hans stoltasta moment. Nei. En það? En svo að segja samt, veistu hvað er að versta hérna? Og það sem að fekk mig til að hafa pínu áhyggjur af hvort að, Facebook síðan hans Óla Geir sé ekki að vinsæla hann var. Já. Hann setur hérna inn, hann á rosalega krútlegan hund sem heitir Rommi. Já. Og hann setur hérna inn 7. september mynd af hundinum þar sem hann með eitthvað svona græna linsur eða eitthvað, eða bara svona speglast eitthvað í augun á honum. Já. Setur mynd af hundinum og segir Rommi með græna linsur, Superdog. Herru, það er 1 like á þessu og það er hann sjálfur og 1 komment og það er líka frá Óla Geir. Hann skrifar sætastur, engin annar komment en ég likear á þetta. Shit, sko, þetta er ekki gott. Það er mjög daburstunum mannis Óla Geir að vera 1 like og 1 komment og hann á bæði. Já, það er nú bara eins og að gefa sjálfum sér high five. Já. Já. Ég sko, þú veist, þetta er örþrifaráð þarna hjá honum. Þú veist, hann setur eitthvað inn, það er ekkert að gerast, og hann ákveður að læka það sjálfur. Já, en í staðin fyrir að læka þetta sjálfur, okkur henda hann þessu ekki út. Því hann sá þetta var ekki að fara á stað, það var ekkert að gerast. Hann ákveður að standa við það sem hann hefur sett inn og það er náttúrulega virðingavert. Já, hundurinn hans, Superdog, Rommi. Þetta er Rommi, ég meina, hann kannski hugsa sem svo að fólk sé bara ekki að fatta Romma. Það er ekki að ná honum. En svo einmitt sko, það er eins og þetta Romma moment hafið svona fengið svolítið á, það er svona eftir þessi rifið niður stemmingun á síðunni sko, hann er að fá svolítið færri like sko, þú veist, eftir það. Já. Skrifa til dæmis pakka, broskall. Það er bara 4 like. Hvað er alltaf saman að segja að pakka það? Já, nákvæmlega. Þú veist, með áður sko, ég meina, þú veist, hérna í vor hefði menn verið að splæða svona 130 leikum á þetta sko. Já, og sérðu það sem að meðast líka myndin af hundinum komið rosalega óvart með Romma, 1 like bara og 1 komment og það frá honum sjálfum. Já. En sérðu svo er rándir mynd á hann hérna. Já. Tony Montana droppaði ammali hjá mér og ástýsti to show his respect in his own way with Óli Geir. Hann er í hvítum jakkafötum, heldur á hríðskotabissu með eitthvað svona hvít kókaingleru og er að senda fokkjumerki. Já. Það er 1 like og það er Ásdís Lísa konan hans. Já. Hún er eina sem lækar þetta. Þetta er ríkar. Rándir mynd á hann. Já.
Skrítið. Já, þegar hann búinn að dressa sig upp eins og Tony Montana, hann hefði nú átt skilið svona... Ég hefði haldið 50 hérna á sínum tíma. Minnstakosti, sko. 50 likes. En þú veist hvað Rommi, þú veist hvað hann heitir? Já, Romeo. Já, hann kallað Rommi. Ég heldum alltaf að hann var að tala félagann á sér. Já, eða unnusta sinn. Eða unnusta sinn. En það var hundurinn, sko. Já, svo hérna síðasti statusin, hann kom bara fyrir 20 tímum síðan. Og hann reyndar komið með 14 likes, það bara, djöfull var sveitt í gær, ég elska Project X, takk fyrir ógeðslega skemmtileg kvöld, öll þið sem mættuð, þetta verðum við að gera aftur, Toggi dvergur á tippinu, allir að hella jagri yfir sig, bjór út allt og allt í rugli, að spila fyrir svona gott krát, gleðið mig svo mikið, þangað til næst, XX. Já. Stemmingar melgina. Hann að rífa sér þessi gang. Já, það hefur verið dundur stemmingar melgina. En ef við ekki taka bara landsliðsmenna næst. Já. Við erum búin að eða allir tímanum í Óleikir. Já, þetta var netmyndnotkunnin og Óleikir lent í henni. Já. Við fá hér örstuð skilaboð og svo það Somebody That I Used To Know með Goite. Hefur þú prófað léttu línuna á Wilsons? Þar sem pizzurnar eru unnar og hágæða heilkortna hráefni, eru trefjaríkar og innihalda engan hvítan sykur. Wilsons pizza, sími 581-1515. Universal kynir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in Manhattan, confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what he started. The Bourne Legacy. Komin í bíó land allt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Somebody That I Used To Know. Gammalt og gott hérna. Það var gríðarlega vinsælt þegar þátturinn var að byrja hérna fyrir, tæpu ári síðan. Hvernig eigum við ammæli? Við eigum ammæli bara eftir mánuð, rúman mánuð. Jeez Louise. Já, þurfum að halda eitthvað á það, það er nokkuð ljóst. Já. En það hins vegar komið núna komið tími á dagskrárlið sem að ber nafnið Land of the Children, eða Barnalandi. Já. Við erum svolítið á netinu núna, vorum að koma netmisnotkun og ætlum beint í Barnalandi bara. Net líka bara framtíðin. Ég veit það. Þú veist, þetta ekki bóla sem að springa. Maður á að nota þetta miklu meira. Já, nákvæmlega. En hvað, ertu með gott Barnaland? Þú varst með fínt í fyrra? Nei, fínt síðasta mánudag. Já, nei, ég er með mjög lélegt Barnaland. Ljúðu þá, segðu þá setna ágæð. Nei, það bara lélegt. Nú, okkur á þá fólk að halda það sem að hlusta? Af því að þetta eru við. Jæja, hvað ertu með þarna? Er það lélegt það? Það er geggjað maður. Ok, fíla það. Nú er ég áspettur. Ok. Heyrðu. Já. Það er sem sagt... Sorry, þetta er bara svo lélegt Barnaland í dag. En við gerum það gott. Við gerum þetta alltaf gott, þetta. Ok, komdu með það. Ertu reiður til mig? Nei, það fyrir eftir hversu lélegt það er. Ok. Þetta er þinn liður. Já, heyrðu, ég var að fókusa á íslenska slúðrið áðan. Ok, heyrðu. Það er Rani Mosk sem að spyr: eiga flestar konur erfitt með að fá fullnægingu? Ég þekki nokkrar ungar sem aldnar sem vita ekki hvað fullnæging er. Þessar eldri eru bara búin að afskrifa þetta sem eitthvað sem þeim var ekki gefið, þraukuðu samlífið með sínum manni og fengu börn í verðlaun. Hvað segir þið að núti? Og segir nú satt. Þetta er nú verið svolítið hættuleg umræði fyrir okkur hérna, sko. Akkurru? Hvað? Ég veit ekki. Fullnæging? Hvað er það, maður? Nei, veitu hvað, akkur með... Nei, ég veit ekki. Ég get ekki svarað þessu, ég er ekki kona. Þú ert alltaf með einhverjum kerlingum. Þú ert ógeðslegur. Nei, og það er lygi. Sverða. Öndi. Já. Hvernig á ég að svara þessu? Ég er ekki kona. Þú ert eins konar Dr. Phil hérna á Íslandi. Nei, þetta er, ég get ekki komið inn á þetta. Ég veit ekki, hvað viltu ég segja? Ok. Nei, ég meina, svara þú þessu. Ég er að beinast til þín, þú ert eldri og vitræð og með þvílíka reynslu. Já, og hver er spurningin? Þvílíka, bara, þú veist, hvað segir þú þarna úti? Já, hún er væntanlega að tala um konur. Ok. Nei, menn, ef þú ert að spyrja mig, þá á ég ekki neinu vandræðum, ég fæði það alltaf. Too much information. Ok, næsta. Það er Sigur Lás sem að spyr: erfiðasti aldurinn til að ala upp? Þetta er svo mjög aðtilsvært. Líka fyrir, þú veist, krakka og úlinga sem eru að hlusta, að vita að þau séu á leiðilegum aldri. Nákvæmlega. Herðu, það er sem sagt þessi skipti 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15 og 15-18. Hvað myndir þú halda að fólki segja? Þetta er sko könnun? Já, ég myndi halda erfiðasti aldurinn til að ala upp. Þá myndi ég svona, ef ég er að hugsa um sjálfa mig, þá er það 9-12, held ég. Já. Það eru sko næst fæstir sem segja 9-12. Næst fæstir? Já. Nú? Flestir segja... 12-15 eða? Já, 12-15. Já. Flestir segja 12-15, næst flestir segja 3-6,
12 til 15 þá ertu dottin í að skella hurðum og segja foreldrinum að þegja og svona. Ég man eftir því tíðanbili, svona alveg sorglegt tíðanbili í mínu lífi. Já. En þú ert... Það er ekki mikið neitt, maður. Þú ert að vaksa upp úr því sann. Ég var góð rúlingur, sko. Já. Snar vitlaus sem krakki, en fínn núna. Hræðilegur sem fullorðinn. Já, það er það versta. Það er ekkert neitt sem foreldri minni geta gert í því. Já, en sko, 6 til 9 ára eru bestir. Já, það er líka skemmtilegur aldur. Já. En það var vesti aldurinn held ég fyrir móðu mína. Já, herru, hérna, ég sé hérna smáletri, það er verið að tala um drengi. Það er verið að tala um stráka. Já, ok. Já. Þannig að það er hérna, þið sem eru 12 til 15 ára strákar, það er leiðilegt að ala ykkur upp. En eins og þú, Björsi, erst þú búinn að vera alla þína tíð svona, þú veist, goody two shoes? Nei, já, mjög vondur. Keppi Morphís og eitthvað svona kæft það. Já, ræðilegt barn. Varstu? Já, okay. Mjög vond barn. Herru, svo er vinkona okkar, manstu, síðan í síðustu viku, Sunny. Já, þú tókst hana bara alveg fyrir síðast. Já, hún var alveg að dæla inn þráðum síðustu viku. Hún er mjög dugleg. Já, hún spyr núna, sko. Sunny, er ekki hægt að lita píkuna? Mér langar í ljósbleika píku. Get ég ekki farið í pussy bleaching eins og konar sem farið í anal bleaching? Nei, maður. Bittu. Það er í gangi. Svo segir hún, haha, nú sé ég eftir þessum togara. Hefði átt að gera nýtt nikk. Það var þetta svona skrín hjá henni, sko. Já, ok. Snilt en hún fær líka komment bara, þú ert stundum alveg á mörkunum að vera byrjandi hreinlega. Og þá segir hún, takk, broskall. Þetta er þetta gott komið. Herru, svo er það... Þetta er bara stutt í dag, sko. Þetta er stuttmynd. Ekkert mál. Mér fannst þetta bara svo ógeðslega lélegt. Þetta sem að ég las hérna. Ég var að taka þetta með. Mér finnst þetta bara svo fyndið að fólk getur startað svona lélegum þráð. Okay. Það var semst frétt á D.V.A.F. helgina. Eitthvað Bubbi straujar á sér andlitið með hrukkustraujárni. Eitthvað svona þegar hann ætlaði að fara í eitthvað aðgerð eða eitthvað, láta laga eitthvað fésið á sér eða eitthvað hrukkur eða eitthvað. Ég veit ekki hvað nákvæmlega, ég las þetta ekki. En allavega, fréttin var Bubbi straujar á sér andlitið með hrukkustraujárni. Svo er hérna Hala sem póstar því undir fyrirsögninni ætli hann strauji fleiri krumpur. Jesús. Og fær líka bara eitt svar. Hvað meinar þið? Og þú fórst yfir þetta mánudag og engin annar búinn að kommenta hjá hann. Engin búinn að kommenta. Jæja, þetta var Barnalandið þennan mánudaginn. Það var enda skárinn í hel. Þú ert búinn að draga úr öllum væntingum og það var allt í lagi. Já, það var líka því ég var svo hrættur að vera lélegt. Þannig að þá byrjaði ég að segja, heyrðu það ekki eitt lélegt, svo þú myndi vera, þetta er fínt Barnaland hjá þér. Já, reyndar. Það er oft gott eins og þú ert að fara í bíó, að lækka væntingarnar. Já. Við skulum fá eitt gamalt og gott föstudagslag hér með Chubby Little Swiss Boy. Þetta er Titanium. Halldór Gunnar Rósætis. Nýjasta æðið Vestanhafs, The Voice. Fyrsti þáttur í opinni dagskrá á föstudagskvöldu 9:30. Skjár 1. Vertu með í fjörinu. Pink Fitboxið inniheldur 3 vörur sem gera kraftaverk á annars 21 degi. Aðeins fyrir stelpunnar. Fæst hjá Sportlíf í Glæsibæ og Holtagörðum. 1600 sjóðandi milljónir í pottinum. Þvílík súpa. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Rétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957. Naut og Björsi með ykkur til 6 í dag og áður að fáum eitt af mínum uppáhaldslögum hérna á stöðunni í dag. Þá ætla ég að segja þetta sló mig pínu, þetta er nú ekki merkilegt. Já. Ég var hérna á vísir.is og mér finnst eitthvað steikt við þetta. Á internetinu? Á internetinu, já. Okay. Gerist alltaf á internetinu? Notum það mikið og fyrirsögnin er reiður írskur landsliðsmaður misti sig á Twitter. Ok. Hvað sagði hann? Já, ég bara, hlakkaði mikið til að fara það inn og sjá bara hvernig maðurinn hefði tapað sér það inni. Já. Og nú ætlum ég bara að lesa greinina. Fyrirsögnin er reiður írskur landsliðsmaður misti sig á Twitter. Okay. Írski landsliðsmaðurinn James McLean misti sig á Twitter síðasta föstudag þegar hann var afar ósáttur með að fá ekki að spila neitt í leik Íra á útivelli gegn Kazakstan. Þetta er helvítis brandari, sagði McLean á Twitter, en hann eyddi fæslunni skömmu síðar. Hann hefur líka beðist afsökunar. Landsliðsstjórann Giovanni Trapattoni var ekki ánægður með leikmanninn en ætlar ekki að henda honum út úr hópnum. Hann var með í sína liðsfundi þar sem hann baðst afsökunar. Ég sagði við strákana þetta snerist virðingu við allt liðið en ekki bara mig. Málunni er lokið af minni hálfu. Rólegur á að missa sig. Já, nákvæmlega. Hann sagði þvílíkur djöfisins brandari og búið.
og hann var ekki hent úr liðinu, hann ennþá, þetta kallaði ég ekki að missa mig á Twitter. Þarna fór ég inn á fölskum forsendum, ég held að hann hafði bara... Þú varst að lokka þér inn. Já, en hefur þú einhvern mann sett eitthvað á Twitter eða Facebook sem að þú séð eftir? Nei, ég er, þú veist, er yfirleitt að svona hugsa eins áður en ég skrifa, sko. Eitthvað, setja eitthvað á internetið. Það er náttúrulega nokkri sem hafa skotið sig í fótinn á netinu. Já. Þetta er eins og, þú helst ekki að fara heima á netið þegar þú ert kannski búin að vera út af lífinu eitthvað svona. Já. Gerir þú það? Nei, ég læti það gjörsamlega sig. Já, hérna, talandum sko að vera lokkaður inn á eitthvað á fölskum forsendum á netinu. Hérna, þá er, sko, ég var að skoða helgina, mest áhorfða myndbandið á Vísi frá upphafi. Þú veist, af öllum myndböndunum sem hafa komið inn, þú veist, hérna, sko, FNU5 blöð myndbandið er í öðru sæti, gaman að segja frá því. Við erum mest lækað. Já, en þú veist, að mestu áhorfi, þá erum við í öðru sæti, af öllu bara frá upphafi og svo er hann einhver Steinda myndbönd og, þú veist, lög frá Steinda og eitthvað svona. Ok. Bara, þú veist, allt þetta sem hefur orðið eitthvað svona legendary á netinu, sko. Já. Mest áhorfða myndbandið er með fyrirsögninni kynlíf, ekki horfa ef þú ert tebra. Svo smellir maður bara, eins býst við einhverju bara ruttalegu klámi og þá er þetta semst Elli Ármanns að tala um einhverja spákonu í 10 mínútur stjörnumerkin og hvernig þau tengjast svona kynlífi hjá fólki. Og það er vinsælast. Þetta er það sem er mest búið að smella á frá upphaf en ég get ekki sagt að það fóði mörg like, sko. Nei, hann serði munin á okkur. Ég hef aldrei séð þetta vídeo. Ég fer ekki inn á svona. Við fáum Ásgeir Trausta, leyndamál. Það er verða gríðarlega vinsæll á Íslandi þessa dagana. Heitir Ásgeir Trausti og það er einhvern veginn alveg sama við hvernig maður talar. Það er allir að rósa þessum dreng. Já, þetta eru mjög góð lög allavega sem ég hef heyrt. Já, ég var einmitt að stela disknum með honum af Heiðar Austmann. Já. Hlusta hann í bílnum mínum. Þess vegna kom hann grátandi inn á hann. Já, hann var eitthvað vælið við. Sagði hver stal disknum? Hvað er langt sem þú keyptið disk? Veslaröð er eitthvað svona keistaðisk ennþá? Ekki svona í, þú veist, skilur sem maður heldur á. Nei, ég er að tala um það. En ég var ekkert langt sem ég keypti disk á netinu. Nei. Það var tónlist.is eða eitthvað slags. Úr það ekki að stela á netinu? Ekki af íslenskum tónlistamönnum. Þú veist, ég var alveg dánað að erlendum diskum. Ok, það er stæðið lagi. Stela af útlendingunum. Mér er eiginlega bara alveg sama. Þú veist, ég meina Coldplay gefur disk. Já, sorry, mér er eiginlega bara drullu sama. Ég held samt að Coldplay diskurinn, síðast diskur sem ég veslaði mér. Já. Svona í því, af því að mér stælt að hafa í bílnum. Reyndar er náttúrulega alveg þetta að tengja bara iPodið ekki í svona, ég er svo lélugur í öllu svona, sko. Já, þú varst einmitt að segja mér áðan að þú verður að byrja einhvern annan að downloada einhver fyrir þig. Já, þegar það kemur á svona erlendu sjónvarpsefni. Ég kann það ekki. Ég kann ekkert. Nei. Það er, þú veist, ég byrjar að horfast í augu það, en ég er samt búinn að skána. Já. Ég viðurkenni þessu aumingi, en ég er samt að skána. Þú viðurkennir vandann. Já. En ég er nefnilega... Við erum að takast á við hann. Þessi diskur Ásgeirs Trausta er svona næsti diskur sem ég ætla að fara að hlusta á, sko. Já, sama hér og það er ykkur útgáð tónleikar núna á næstunni. Við þurfum eiginlega að fá hann í spjallina, dreng. Já. Hver veist einhver mann það? Hvaðan kemur hann? Hann er í hljómsveit sem heitir Lovely Lion og svo bara er hann að gera eitthvað sóló-efni, en ég þekki hann. Ég hef aldrei heyrt þetta nafn á hann, ég heyrt þetta lag, sko. Nei. Þú eru ekki að fá kappan í spjall? Jú, næsta mánudag. Næsta mánudag, stefnum á það og ef það er einhver að núti sem þekkir Ásgeir Trausta þá er bara endilega segið við hann okkur langið að fá hann spjall. En hversu skemmtlar voru, talandi um að stela efni á netinu, hversu skemmtlar eru þessar auglýsingar þarna? Þú myndir ekki stela bíl. Já. Þú myndir ekki stela einhverju, þú veist, stóti, sko. Já, þetta er ekki bara skemmtilega auglýsingar, heldur virkaði líka. Því að þetta er alveg rétt þeim. Þú myndir ekki stela bíl. Nei, á hverju þetta stela sjónvarpsefni þá? Að því bara. Já, að því bara. Nei, ég reyndar sko, ég reyni, ef það eru þættir sem eru sýndir til dæmis á Stöð 2 og Skjá 1 með eitthvað, þá horfi ég á það frekar þar. Já. Alveg pottet. Af því að það er eitt leiðilegt að þú ert komið svona fullt af þáttum, segjum til dæmis út með einn á flakkaranninum. Já. Það er svo leiðilegt að klára bara heila seríu á 3 dögum. Nei, það er svo geðvikt. Nei, þá er það búið. Hvað sér í þetta? Já, en þá er það búið í staðin fyrir að fá, veist, hvert skamt einu sinni í viku. Já. En ég er formaður Breaking Bad aðdáendaklúbsins á Íslandi. Já. Og nú er síðasta serían, lokaserían. Þetta er eitthvað bara hjartnæmt hjá þér. Eins og að Pétur aðan sagðist ekki að horfa á Breaking Bad og þú spurði hvort hann var í hamborgaraheili.
Og ég sá það, þú varst bara reiður. Hvað ertu, hamborgara heim? Nei, hann sagði, ég horfði eitt þátt og ég bara hefði engan áhuga. Svo ég sagði bara, hvað, var þetta ekki nóg mikið Friends fyrir þig? Já, hvað, var þetta ekki nóg mikið How I Met Your Mother fyrir þig, eða? Þú fórst bara í fílu. Já, ég var bara hneykslaður, eðlilega. En kannski finnst hún bara Breaking Bad ekki skemmtileg. Ég á eftir að gefa þeim sens, ég ætla að taka þá næst. Ég er að klára Suits núna. Já. Og fyrir, fólk að núti sem vantar góða þætti til að horfa á Suits eru stórkostlegir. Já, en ég ætla að segja, með Breaking Bad, hérna, þú veist, nú er sko síðasta serían, það eru 16 þættir og nú eru 8 þættir búnir og nei, það ætlaði bara að taka pásu í einhverja 7 mánuði áður en hinn er 8 að koma. Akkur? Ég veit ekki og ég er að bugast. Já. Ég er að bugast. Eru Breaking Bad uppáhaldsins, til dæmis Breaking Bad betri heldur en Game of Thrones? Ég skal bara á þetta svona, ef þetta velja á milli þess að horfa á Breaking Bad eða bara að nærast og sofa, þá myndi ég horfa á Breaking Bad. Það er veikur, maður. Það er ekki að lægi með þig. Læti bara svo til 70 mínútur. Þetta er næst í af gott að 70 mínútur. 33.50 SHI, Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHI dagana 13. til 15. september. Framkoma Retro Steffsson, Jón Jónsson, Ásgeir Trausti, Tilbury, Valdimar, Blas Rokka, Þórun Antonía, Sigur, Úlfur, Kirjama Family, Prins Pólo, Friðrik Dór, Moses Hightower og 1860. Miðasala hafin á miði.is, miðaverð einungis 4.900 krónur. Ég lauk alþjóðlegu prófi frá Naglaskóla ProNails og vinn nú á Snyrtistofu í Reykjavík. Erum að taka á móti skráningum á snirtiakademian.is. Naglaskóli ProNails. FM 95. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking. 95 blöð á köldum mánudegi. Og ekki bara köldum mánudegi því að það er allt Norðurlandi án rafmagns vegna ofsaveðurs. Stendur hér, það er mjög óvenjulegt sérstaklega í svona seinni tíð að svona stór hluti af landinu verður rafmagnslaus vegna veðurs, segir Guðlaugur Sigurgeirsson, rafmagnsverkfræðingur. Og það er ekki nóg með það, svo eru bara götur að gefa sig. Malbyggi stenst ekki veður og stendur þetta. Þetta er bara bull. Já, það er allt vitlaust fyrir norðan og dauðu vorkinni. Ég sá einhverja myndir líka frá Akureyri og það var bara allt á kafi snjó og viðbjóði. En geta þið ekki hlusta á FM 95 blöð? Í bílnum, jú. Vona að sé einhverja Akureyri núna. Ef það er einhverja á Akureyri akkurat núna að hlusta á okkur í bílnum, þá með ég endilega hringja 511-0957. Ég var alveg til að heyra í einhverjum Akureyri. Við viljum heyra í Norðurlandi, eru þið á lífi? Já, það var kósi 511-0957 eða út stattur á Akureyri. Endilega bjallið í okkur, en sko við höfum þó að sé viðbjóðslegt viður hérna fyrir utan hjá okkur. Þá er samt eiginlega bara svona rók og það er ekki snjókomið að mitt. Maður sé að tjekka maður setna. FM? Sæl, Tóbías hérna á Akureyri. Já, ertu á Akureyri? Sælir. Það er alltaf kafi hérna. Er það málið? Já, það er alltaf kafi. Þú voru að lækka þessi útvarpinu? Já, býðu. Nei, hann datt út, maður. Veðrið tók hann. Já. Stormurinn. Það er bara að lækka þessi útvarpinu, já, býtu, svo bara farinn. En heyrðu, það var mikið aksjónandi í kringum hann. Já. Það var örgulega bara, þú veist, þetta var eitthvað perfect storm dæmi. Já, það er samt ljótt að segja, eins ógeðslega pirrandi er að fá snjóinn og hálkun og það allt. Þá er samt alveg kósi að vera heima þessari mánuði bara undir sæng að glabba sjónvarpi þegar það er svona veður. Já, það er rétt. Það er mitt það sem ég ætla að gera í kvöld. Það var mjög kósi. Hvað ætlar að gera? Ég ætla bara... Þú ert vanur að fá þig sushi á mánudögum. Já, ég ætla ekki á mig sushi núna. Því ég ætla að fara sem þeir eru búin í þættinum, ætla í ræktina. Ok. Og fá mér svo eitthvað eftir það og svo heima að glabba eitthvað. Hvað ætlar að taka í ræktinni? Taka kassa. Taka kassan, ok. Er það mánudags svona? Já, það er svolítið meira mánudum. Hvernig kvöldið það þér? Þú ætlar að byrja í backfressinni? Já. Og hvað tekur svo margar æfingar? Ég fer í svona einhverja 4 sett, 5 æfingar. Ok, og hvað tekur margar endurtekningar hverju setti? Svona biluna 8-10. Ok, þannig að þú ert ekki að stækka sérstaklega núna? Nei, mér langar ekkert að vera eitthvað svona, bara að vera í formi. Já, akkurat hleypur eitthvað eftir þetta? Nei, ég reyna að skvassa á morgun. Já, ok. Já. Þið eru hér að hlusta á Heilsuhotn, Udda og Björsa. En já, ég ætla að segja hvað ég ætla að gera. Við félagarnir erum að byrja í bumbubólta í kvöld, klukkan 8. Ok. Við ætlum að vera í vetur. Þannig að þú ert að fara að reyfa það líka? Já. Þetta er haldið gott, það er verið að hringja þarna og við tekja hvort það sé aftur hann. Já. FM?
Nei, hann datt út, Nei, veðrið tók þennan líka. Það ofsaveður á Akureyri en það komið að lægin á leiðinni heim. Já. Og ég búinn að velja stórkostlegt lag handa ykkur og... Ég get ekki betur að heyra hvað Ég ætla að vona að þið hafi jafn gaman að þessu. Ég væri á leiðinni heim núna, tala á Akureyri í einhverju viðbjóðsveðri, snjókoma og hvasst og... Eða þú eru Akureyri verið bara fastur einhverstar í bílnum bara. Já, þá viltu heyra gott lag. Já, væri til að heyra þetta. Svona kósí og gott. Já, þetta gott. Yellow Ledbetter, Pearl Jam. Lagið á leiðinni heim þennan mánudag. Það ekki mikið flottan að þetta. Yellow Ledbetter hér með Pearl Jam og þetta einmitt lagið á leiðinni heim þó við séum nú ekki lagður að stað heim við Bjössi en það styttist í það. Klukkan fyrir að vera 6 vantar 12 mínútur í búin að vera með okkur sem 4 í dag en ég var að spája að segja þetta nú áður kveðjum á eftir. Já. Ekki farnir alveg. Nei, við erum ekki alveg farnir. Nei, þá sko Kaninn það eins og hann sé að reyna að drepa sér stundum. Bandaríkjamaðurinn sem sagt. Já. Og veistu hvað er útvarpsstöðin? Hvað segir? Nei, ég er að tala um Bandaríkjamenn. Já. Og það nýjasta ég viðurkenni reyndar, mér langar að smaka þetta því ég er a huge fan of Oreos. Já. Það er Oreo-keks, veist hvað það er? Já, veit ég hvað það er? Já, ok, sorry maður. Þeir eru komni núna með, eru búin að búa til morgunkott sem heitir Candy Corn Oreo. Og það eru svona litlir Oreo candy corn bitar sem þú færðir bara eins og Seriós. Vá. Já. Hversu óholt? Ég veit það ekki. Það stendur ekki hérna og þetta er svona, ég veit það ekki, eins gott og þetta er örgulega, þá held ég að það sé ekki gríðalast niður þetta að byrja mánudaginn sinn á einnig skál af Oreo minicorns. Nei, þetta er örgulega ekki holdt fyrir krakkar sko. Nei, af svona viðbjóð, hvað finnst þér best? Hvenær líðið, hvað finnst þér best þú ert að geta eitthvað og þú veist að þetta er bara, þú veist, átt ekki að vera í þetta? Sko, mér finnst bara snakk og íti var ógeðslega gott. En það náttúrulega svo mikill viðbjóður að maður eiginlega bara má ekki geta það, sko. Að vera með svona rauða voga íti og bara gamla góða snakki. Paprikusnakk bara. Móprix bara. Það er svo gott. Já, það er ógeðslega gott, en ég borða það samt ekki. Ég kaupa allavega aldrei. En þú veist, ef það er í veislu eða eitthvað, þá fæ ég mér hlug. Líka saltstangir. Ég elska saltstangir. Já. Þetta þannig ekki að vera flókið, sko. En ég held að svona þegar ég er að geta viðbjóð, ég veit að viðbjóður, þá er það held ég M&M netusmjör inn í. Já, það er nokkuð. Ekki ofbóðslega er það gott. Það er nokkuð viðbjóðslegt. Já, það er bara, mér langar í það núna, sko. Talandi svona morgungótt, félagi minn keypti sér daginn, hann er mikill sælkeri, hann keypti sér svona Cinnabon, svona, þú veist, svona kanilsnúða morgungótt, eða skilur, þannig að hver hringur eins og Seriósið var svona tiny little bara kanilsnúður. Já, ok. Og er það til á Íslandi? Ég held að þetta hefði keypt það í Kosti þannig sem er svona alls konar já, þeir eru með ameríska vörur. En þú veist, þetta er náttúrulega svona 8 miljón kaloríur í þessu, sko. Já, þetta er viðbjóður. En allt svona er samt ógeðslega gott, eins og ég elska ameríska kleinurringi. Ég geti getið endalaust. Og hvað þá, ert að grínast með litlu súkkulaði ömmu kleinurringin, hefur þú smakað það? Svona mini donuts. Og líka bara íslensku kleinurringin. Já, það eru æði. Djöfull langar mér. Ertu orðinn svangur? Já, þegar ég hugsa út í það. Já. Sveimi þá, ef maður leifir sér ekki eitthvað viðbjóðu kvöld. Maður ásamt ekki að gera það þegar mánudagur. Maður áfæst bara salat. Mér langar í pítsu. Mér langar alltaf í pítsu. Þú ert ekki að neina ráð að gera því. Það er alveg sama hvernig þú ert með mér á hvaða tíma sem er sólarhrings. Þá langar mér í pítsu. Ég ætla að fá mér pítsu kvöld. Eftir boltan. Það verður bolta, svo ætla ég að fá mér pítsu og ég ætla að horfa á hann og Breaking Bad sem ég hafa eftir. Hvernig pítsu? Ég veit ekki hvað finnst þér. Ég ætla að panta. Gríðarlega djúpa samræður hérna. Ég myndi hjóli í Siciliana, Castello. Já, ég held þetta í eldsmiðuna. Af hverju erum við ekki með svona munch þátt? Já, en sko, eina sem er hættulegt við þetta, nú langar mann bara í þetta. Herðu, þátturinn ætti að vera milli 11 og 12 áður en fólk fyrir hádegismat. Munch time. This is Love. Hér í FM 95 Blö. Klukkana vantar, 4 mínútur í 6. Við bjöðum búin að vera með ykkur sem 4 dag og ætlum að fara að kveðja hér strákarnir. Í góðum feeling þrátt fyrir. Já, miklum feeling og ég ætlum bara að senda kveðjur norður. Sem er allt rafmagnslaust, það er allt Norðurland án rafmagns. Því miður mun enginn heyra þess að kveðja því að það er búið að snjóa yfir bæinn. Vegna viðurs, það heyrði allir í bílnum og svona. Já, það er allir örugglega í einum bíl. Já, það sögur okkur ekki. Allir það bara í einum bíl bara. Nei, hlusta á FM 95 Blö.
En já, við verðum mættir þetta morgun, ég og Sveppi frá 4-6. Já, það sýndist Yngvi Eysteins vera á leiðninga, vestklæddi maður Íslands, Rikki G. greinlega í frí. Já, hann brendi náttúrulega fötin sín og hann ekki búinn að kaupa ný. Það sé ekki einhverju verslunarleiðangri bara. Vonum það. Kaupa eitthvað, við vonum það. Takk ég vel á móti Yngva og já, takk kjalla fyrir hlustunum í dag. Bjössi, takk fyrir daginn. Alltaf gaman að fá þig. Takk sömuleiðis, ég bara elska að vera með þér. Og endilega tekja okkur Sveppa á morgun, þá meðal annars ætlum við að heyra í móður minn út af vissum hlut og það eins gott hún svari því að þetta hlutur sem ég þarf að ræða við hana. Það Playboy-gallinn? Nei, ég er búinn að tala um Playboy-gallan. Okay. Það spurði hann af hverju í ósköpunum lét svæfa mig eins og þegar ég fór til tannlæknis á Selfossi. Mjög steikt. En við endum þetta á... þetta alltaf öðmjöld til þetta gerist. Við skoðum enda þetta á... Hvað? Getur ekki breyti? Við tölum bara 10 sekundur endum þetta okkur góða leið? Nei, við getum ekki. Við erum að frá auðlýsingar. Þannig. En takk fyrir hlustununa. Bye. Universal kynnir spennumyndina The Bourne Legacy. Jason Bourne is in Manhattan. Confirmed. Jeremy Renner. He's supposed to be dead. Edward Norton. What are you gonna do? I'm gonna finish what you started. The Bourne Legacy. Komin í bíó land allt. Bátur mánaðarins á Nonnabita er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Eitthvað svo haustlegt og huggulegt við þessar 1600 milljónir í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Icelandic Tattoo Expo dagana 14. til 16. september í Súnasal Hótel Sögu. Stærsta tattoo-festival sem haldið hefur verið á Íslandi. 45 tattoo-artistar, freakshow með lizardmenn og... Þitt fyrirtæki að nýta getur sína til fulls. Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðtöl ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Jeroen de Flander, einn eftirsóttasti fyrirlesari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu. FM 95